Á föstudag sagði Ástráður Haraldsson af sér sem formaður landskjörstjórnar þar sem Hæstiréttur ógilti kosningarnar til stjórnlagaþings vegna ágalla. Meðal þess sem Hæstiréttur setti út á var að hugsanlega hafi verið hægt að rekja kjörseðla til kjósenda, að kjörklefar, kjörseðlar og kjörkassar hafi ekki verið í samræmi við lög. Landskjörstjórn segir hins vegar að hún hafi gert sitt ítrasta til að kosningarnar gætu farið löglega fram innan þess lagaramma sem að settur hafði verið. Ástráður hefur lítið tjá sig hingað til niðurstöðu Hæstaréttar en hann hingað kominn og sestur hjá Helga. Velkomin í Kastljós, Ástráður. Byrjum bara aðeins á þessari ákvörðun Hæstaréttar svona í heild sinni. Hvert álitið þitt á henni? Já, sko, álit mitt á niðurstöðu Hæstaréttar nú það að ég tel að Hæstaréttur hafi gengið mjög langt með því að komast að þeirri niðurstöðu að það bæri að ógilda kosningarnar. Og ég er þeirrar skoðunar að mjög margt í athugasemdum Hæstaréttar eigi rétt á sér og að ýmislegt af því sem að þar bent á geti verið okkur ábending og til leiðbendingar í framtíðinu það hvernig skuli staðið að einhverlega lagasetningu kosningar af þessum toga. En ég tel að það fari mjög úrskeiðis þegar að Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu að það beri að ógilda kosningarnar og þar tel ég að þeir misvirði reglu sem ég tel að sé almennt viðurkennd regla í kosningarétti og eigi við ekki bara á Íslandi heldur hvarvetna á Vesturlöndum það að því aðeins séu ágallar á kosningum af þessum toga taldir eiga leiða til þess að kosningarnar séu ógildar að það megi líta svo á að annmarkarnir sem á kosningunni voru hefði haft áhrif á niðurstöðu kosninganna. En það tel ég að sé ljóst að hafi alls ekki verið í þessum kosningum. En það engu að síður, þetta nokkuð mörg atriði sem gerðar eru athugasemdir við og taldir vera annmarkar á það mörgum þáttum þessara kosninga að það ekki einmitt í því ljósi sem að Hæstiréttur hafandi það í huga hversu mörg atriði þetta sem að þeir hugsanlega byggja þá þessa ógildingu sín? Ég get ekki alveg fullyrt það, ég átta mig ekki alveg á því hvað býr í þeirra huga. En það skiptir í rauninni ekki neinu máli hversu mörg fjöldi atriða ekki það sem skiptir máli. En eykst ekki á því möguleikin á því að hugsanlega hefðu menn brotið gegn þessu lög? Það kann ég ekki að meta og aðalatrið í málinu þetta að ef ágallarnir eru ekki þess eðlis að þeir hafi haft áhrif á niðurstöðu kosninganna þá segir þessi almenna regla mér að það eigi ekki að ógilda niðurstöðu kosninganna. Það kann eftir atvikum að vera að það eigi að gera athugasemdir, það kann eftir atvikum að vera að það eigi að gera einhvers konar ofanígjafir, en það að mínu viti fráleit niðurstaða á grundvelli ágalla sem ekki hafa áhrif á niðurstöðu kosninganna, að ógilda niðurstöðu kosninganna vegna þess að við verðum átt okkur á því að það að ógilda niðurstöðu lýðræðislegra kosninga auðvitað gríðarlega alvarlegur hlutur í eðli sínu. Ég vil benda á það til dæmis að eftir þýsku sambandslagaþingskosningarnar 2005 þá komu fram mjög alvarlegar athugasemdir lögmæti þeirra kosninga og þýski stjórnlagadómstóllinn fjallaði þær ábendingar og komst að þeirri niðurstöðu að tiltekin ákvæði þýsku kosningaræðana væru beinlínis andstæð stjórnarskrá Þýskalands og að í þessum tilteknum kosningum að þá hefðu gerst atvik í varðandi uppkosningar. Þetta dálítið flókið mál en það hefði gerst atvik sem að gera það að verkum að það væri sem sagt andstætt lögum. En niðurstaðan væri eigi að síður svo að það væri ekki talið fært að ógilda niðurstöðu kosningana en hins vegar var í rauninni stjórnvaldum og þinginu settur frestur til þess að gera lagfæringar á lögunum sem að þyrfti að gera til þess að færa þessi atriði til betri. Og heldurðu svona í alvörunni miðað við hversu, segjum sko í besta falli þetta allt tekið saman, mjög alvarlegar athugasemdir við það hvernig þessar kosningar voru framkvæmdar og að á ábyrgð þeirra landskjörstjórnar sem að þú ert formaður í. Geturðu sagt með fullri vissu að þeir hefðu getað litið fram hjá þessu öllu saman og sagt að úrslitin skyldu standa en svona einhvern veginn
svona slegið á puttana okkur? Já, sko nú það þannig að landskjörstjórn sem að ég reyndar á nú ekki lengur sæti í, hún framkvæmdi það sem að henni sneri í sambandi þessar kosningar eftir gerði sitt ýtrasta til þess að standa að því öllu saman í samræmi við það sem að lög ákveða og eftir þeim lagaramma sem okkur var gert að starfa eftir. Og ég þeirrar skoðunar að landskjörstjórn hafi staðið sig vel í því verkefni. Og ég þeirrar skoðunar að félagar mínir í landskjörstjórn og ég höfum unnið af mikilli trúmennsku og fullkomnum heiðarleika að því verkefni. En það kannski ekki endilega verið að segja að þetta hafi verið þannig að þetta hafi verið gert einhvern veginn viljandi eða óheiðarlega. En geturðu nokkuð fullyrt það að þetta hafi ekki haft áhrif á niðurstöðuna? Það ekki efinn sem að stendur eftir? Já, ég þeirra skoðunar að það komi berlega fram, bæði í öllum málatilbúnaði og raunar einnig í niðurstöðunni, að það engin atvik sem að benda til þess, eða komið fram það, sem benda til þess að neitt af þeim ágöllum sem að Hæstiréttur taldi vera á kosningunni hafi haft neina áhrif á niðurstöðuna. Þann vafa ber að meta hinni lýðræðislegu niðurstöðu í hag. Og ef við förum bara yfir það, hvaða ágallar þetta eru, ef við gerum það, veigamesti ágallinn, og sá sem ég í rauninni sammála Hæstirétt að skipti mestu máli í þessu sambandi, það ágallinn sem að snýr að merkingu kjörseðlana. Og það hefur verið hugsanlega þetta rekja þá aftur til kjósenda vegna þess að hver einasti kjörseðill var rækilega merktur. Já, að Hæstiréttur telur sem sagt með þessu þá sé hætta á því, sé fræðilegu möguleika því að það hefði verið að rekja atkvæði til einstakra kjósenda. Nú það svo að það að merkja kjörseðlana eins og gert var auðvitað byggt á beinu lagaákvæði í lögunum stjórnlagaþingskosningarnar. Það sem kom fram að það ætti að setja auðkennistákn á kjörseðlana og síðan var beitt bara aðferðum við þetta auðkenni sem eru sem sagt venjulegar aðferðir sem að hvarvetna eru notaðar út allan heim í sambandi við slíka auðkenningu. En það vissulega svo að sá fræðilegi möguleiki vaknar með þessu að það sé hægt að rekja einstakann kjörseðil til einstaks kjósenda og það finnst mér miður, minnst það vont. Og hvers vegna gerist þetta? Þetta gerist vegna þess að lögin ákveða að það eigi að auðkenna seðlana. Það hins vegar túlkun Hæstaréttar á því ákvæði lagana sem fjallar þessa skyldu að það ákvæði auðkenningu atkvæðaseðlana sem að þar kemur fram í lögunum að það sé ekki sem sagt að auðkenning eins og sú sem að síðan var gerð, hún sé ekki innan marka þess sem að lögin leyfðu að þessu leyti. Það að vísu umdeilanlegt, en til þess að þetta hefði raunverulega leitt til þess að einhvers konar leynd væri aflétt eða væri rofin af kosningunum, þá hefði þurft að koma til víðtækt samsæri með þáttöku undirkjörstjórnarmanna og landskjörstjórnarmanna og sérstaklega tilkvadra aðstoðarmanna landskjörstjórnar eðsvarina sem að önnuðust tölvuvinnslu og framkvæmd kosningana og það einfaldlega fráleitt að nokkuð slíkt hefði geta gerst. En enga síður, af því að þú talar að þú sést sammála þessu mati réttarins núna, voru aldrei gerðar neinar athugasemdir? Ég sagði ekki að ég væri sammála mati réttarins, Helgi. Ég sagði að ég tel að þetta tiltekna atriði varðandi merkingu kjörseðlana sé það atriði sem er mestur veigur í gagnrýni Hæstaréttar á framkvæmd kosningana. En við getum líka farið yfir fleiri atriði, þú vilt. Já, ég meina það tökum kjörklefana, kjörkassana og kjörseðlana sjálfa. Já, almennt talað þá það svo að þessi lög stjórnlagaþingið, þau tilgreina viss atriði sérstaklega og standa þannig sem svokölluð sérlög andspænis almennu lögunum sem eru lögin kosninga til Alþingis sem við erum vön að vísa í sem almennra laga framkvæmd kosninga á Íslandi. Notum oft þessa aðferð. Og þá það þannig að það sagt tiltekna kafla og tiltekna greinar og tiltekna reglur Alþingiskosningalagana
að þeim skuli beita eftir því sem við á kosningarnar til stjórnlagaþings. Ég les það svo að með þessu sé átt við það að það er reglur sem alþingiskosningalögin geyma að þeim beita þá til samræmis við það sem við á gagnvart hverju einstöku tilviki í stjórnlagaþingskosningunum. Hæstiréttur kýs hins vegar ekki að lesa þetta svona. Hæstiréttur les það þannig, þú verður að lega mér að klára því annars get ég ekkert útskýrt þetta fyrir þér. Sko, Hæstiréttur les það þannig að það eigi að beita alþingiskosningalögunum bókstaflega, en ekki bara reglunni sem í þessari fólki. Þetta á til dæmis mjög vel við að því að varðar hugtakið læstur kjörkassi. Hæstiréttur finnur að því að kjörkassarnir hafi ekki verið læstir. Af því að það er talað læsta kjörkassa í alþingiskosningalögunum. Ég tel að Hæstiréttur sé að beita þar svona stafkróka og bókstafsfræðum sem að ekki komi því við, því verkefni sem verður að fjalla vegna þess að það sem málið fjallar reglan sem verður að fjalla er þessi. Að kjörkassar sem eru alltaf meðhöndlaðir á ábyrgð kjörstjórna og fylgst með þeim frá upphafi til enda kosningarinnar og það er framhaldandi röð kvitteringa þeirra sem að með kassana fara og skila þeim á sína staði. Læsing kassans þjónar ekki því augnamiði að koma í veg fyrir að hægt sé að komast í kassan. Því að hvaða barn sem getur opnað læstan kjörkassa með skrújárni. Hvaða barn sem getur opnað læstan kjörkassa með skrújárni. Læstur kjörkassi þýðir fyrst og fremst það að ef það er átt við kassan, þá sést að það hefur verið átt við kassan. Hæstiréttur kýs að skilja þetta ekki svona, heldur kýs hann að skilja þetta í bókstaflegum skilningi. Og ertu þá, hvað með til dæmis þetta með kjörklefana? Því það er mjög augljóst og það upplýðu það allir sem kusu í þessari kosningu, að það var ekkit sérstaklega erfitt að beinlínis sjá hvað næsti maður var að gera. Það er bara beinlínis ómögulegt. Þú ert fyrsti maðurinn sem að fullyrði þetta mig. Og ég tel að þetta sé bara beinlínis rangt. Og þessi fullyrðing þín sé beinlínis röng. Þú þurftir ekki að halla þér aftur og sástu hvað næsti maður var að gera. Það er þannig að kjörklefi, hann á að vera þannig útbúinn. Hann á að vera lokaður. Hann á að vera þannig útbúinn að kjósandi sem að vill gæta leyndar það sem hann er að kjósa og vill þar með sinna þeirri skyldu sinni, þeirri lagaskyldu sinni að halda því leyndu hvað hann er að kjósa. Útbúnaðurinn þarf að vera þannig og honum sé gert auðvelt fyrir að leyna því hvað hann er að kjósa. Og ég tel það stendur að það hefur verið að loka kjörklefarnir, nei, það stendur ekkert það. Það er að vísu nákvæmlega ákvæðum það í kosningalögunum nákvæmlega hvernig kjörklefi á að vera útbúinn og við getum farið yfir það allt saman ef þú vilt. En það aðalatriði í málinu er þetta að það á að koma kjósandanum fyrir í þeim stellingum að hann geti greitt atkvæði í einrúmi og að hann geti haldið í leyndu hvað hann er að kjósa. Og ég tel að þarna hafi útbúnaður verið þannig að það fullnægði þessum áskilnaði. Ég játa það að vísu að þetta er það er keyrt svona mjög nálægt línunni að því þessa kjörklefa varðar þarna sem að var að vísu svo því sem til að hafa haldið alls ekki á ábyrgð eða ákvörðun landskjörstjórnar en það er aukaatriði. Þetta verður að skoðast líka með tilliti til þess að svo kosningaathöfn sem var verið að framkvæma hún er allt öðruvísi heldur en við eigum að venjast og það er miklu erfiðara að átta sig á því þó að maður næði að koma auga á einhvern kjörseðil hvað merkingarnar þýddu. Þannig að þessu leyti tel ég að þessir kjörklefar hafi fullkomlega gert mönnum kleift að neita atkvæðisréttar síns með leynilegum hætti. Ég tel það. En því ljósi að þú ert að tala um að það er auðvitað stór munur á þessum kosningum og öðrum kosningum sem menn eiga að venjast hér á Íslandi. Er þá ekki einfaldlega hægt að segja að það hefur verið allt og skammur tími ætlaður í þessa vinnu og er ekki augljóst með við niðurstöðu Hæstaréttar að tíminn var allt og stuttur og undirbúningurinn ekki nógu? Ég er þeirrar skoðunar að verkefni hafi verið unnið mjög hratt og ég er þeirrar skoðunar að svo tími sem að leið frá því að lagaramminn var tilbúinn í hendur þeirra sem átt að framkvæma kosninguna og þangað til að kosningin var haldin hafi verið ákaflega stuttur tími. Var hann of stuttur? Já, það er alltaf umdeilanlegt hvað er of stuttur tími. Já, sko, miðað við þessa niðurstöðu, þá virðist hann hafa verið það. Miðað við þessa niðurstöðu. En sko, þú líka átt á því að það sem að gerist þarna, að þegar að menn eru að undirbúa þessar kosningar, og til dæmis þessar kjörklefar eru teknir sem dæmi,
þá standa á stjórnvöldum tvenns konar skyldur sem eru andstæðar. Annars vegar skyldan til að tryggja leynilega kosningu, skyldan til að útvega þér kjörklefa, þess að þú getur greitt atkvæði, leynilega að þess að ég sjáu hvað þú ert að gera. Hins vegar eiga stjórnvöld líka að gera öllum þeim sem atkvæðisréttar njóta kleift að neita þess réttar. Þannig að stjórnvöld verða að útbúa kjörstaðina þannig að allir geti notið atkvæðisréttar síns. Og það var einfaldlega ekki gert með þennan dóm. Jú, það var gert með þennan dóm. Og það þannig að ekki rétt. Jú, það var gert með þennan dóm og þegar við berum það saman til dæmis við það sem gerist í Bretlandi fyrir 1 ári síðan, þar sem voru langar ófullnægðar biðraðir utan kjörstaðana þegar kjörstaðirnir lokuðu, þá vildum við auðvitað ekki lenda í því. Þær kosningar voru ekki endar ógildar. Nei, það er vegna þess að þeir höfðu ekki Hæstarétt Íslands til þess. Heldur það sé fyrst og fremst ástæðan? Ég veit það ekki. En allavega þá það þannig útskýrðu hvað þú meinar með Hæstarétt Íslands, því að þessi Hæstaréttur sem skipað hefur verið gagnrýndur. Já, það sem ég meina, Helgi, það að ég tel að Hæstaréttur hafi til þess að komast að þeirri niðurstöðu sem þeir komast að í þessu máli beitt mjög bókstaflegri túlkun á tilteknum reglum kosningalagana og ég tel að það hafi verið algjörlega óþarfi að fara þessa leið að niðurstöðunni sem Hæstiréttur gerði. Ég tel að það sé algjör óþarfi og ég tel þar að auki að sú niðurstaða, sú grundvallar niðurstaða þeirra að láta það gerast að ógilda kosningarnar þrátt fyrir að ekkert bendi til að neinn ágalli hafi raunverulega haft áhrif á niðurstöðu kosningarna. Nei, það er engin vafi á því. Ég tel engan vafa vera á því. Þú getur ekki fullyrt. Jú, ég get víst fullyrt það, vegna þess að ég fylgdist með þessari framkvæmd þessara kosninga betur heldur en nokkuð maður annar. En það er hins vegar þannig að menn hafa eingöngu fleytt hér upp einhverjum fræðilegum vangaveltum hugsanlega annmarkar sem hefðu geta komið fram, en það hefur enginn geta bent á neina raunverulega annmarkar sem komið fram í praxis. En ertu ekki með þessu, Ástráður, í þessum orðinu, felst það ekki einfaldlega að Hæstiréttur hafi verið búin að ákveða niðurstöðuna áður en þeir fóru að klára málið? Ég get ekkert fullyrt það, ég veit ekkert hvað býr í huga einstakra hæstaréttardómara. En með því hvernig þú lýsir vinnubröðunum, ertu ekki að gefa þér það? Nei, alls ekki. Alls ekki, ég er bara að segja, ég tel að þessi túlkun þeirra á grundvallarreglum kosningaréttar, ég er ósammála henni, ég er búin að marglýsa því, ég er ósammála því hvernig þeir túlka reglur kosningalagana bókstaflega þegar að lögin stjórnlagaþing er að vísa til tiltekinna reglna en ekki til bókstafs. Hvað finnst þér þá gagnrýni sem hefur verið færð fram á Hæstarétt núna síðan að þessi dómur komið, þar sem við talaðum að þrátt fyrir allt sé þessi skipan Hæstaréttar eins og hún er ekki hafin yfir allan vafa vegna þess að tiltekin flokkur, sjálfstæðisflokkurinn hafi setið svo lengi við völd í dómsmálaráðuneytinu að hann hafi séð að ráðherrar þess flokks hafi skipað 8 af 9 Hæstaréttardómum. Ertu sammála þessu? Þetta til þess fallið að gera hann umdeildan? Ég get ekkert fullyrt þetta og þetta efni í marga aðra þætti, Það getur vel verið ég eftir að skrifa þetta bækur einhvern tímann áður ég dey, En þetta ætla ég ekki að fullyrða hér í þessum þætti. En finnst þér þetta sjálfum... Ég bara ætla ekki að fjalla meira með þetta. Þú vilt ekki svara? Nei. Ég ætla að ræða við þið eitt í viðbóta því þið segið í þessari tilkynningu sem þið sendið frá ykkur að þið hafi gert ykkar ídrast til að kosninga til stjórnlagaþings getur farið löglega fram innan þess lagaramma sem settur hefur verið. Hvað meinið þið nákvæmlega með þessu? Eru þið ekki nákvæmlega að segja þarna að lögin og þessi lagarammi hann hafi einfaldlega ekki verið nógu góður? Það sem við erum að segja er það að miðað við það hvernig Hæstiréttur kýs að túlka millivísununa yfir í alþingiskosningalögin að þá dugar lagaramminn bersýnilega ekki. Við töldum ekki meðan að við stóðum að framkvæmdinni, meðan að við unnum í þessari nefnd sem er kosin af fulltrúum bæði meiri og minnihluta þingsins, skipuð 5 mönnum sem representera alla flokka í þinginu nema hreyfinguna, að við töldum ekki að við værum að vinna að skipulögðum brotum á kosningalögunum. Það var alls ekki þannig. Gerðu þið ekki athugasemdir við lögin? Við gerðum tilteknar athugasemdir í ágústmánuði og við náðum að fá fram lagfæringar á því sem við töldum brýnasta lagfæra í lögunum. Við unnum síðan út frá því meginprinsippi að með því að beita af heiðarleika og kostgæfni þeim reglum sem alþingiskosningalögin geyma það hvernig framkvæmdinni skyldi hátta að teknu tilliti til þessi inntaksregluna sem raunverulega skipti máli en ekki að teknu tilliti til einhverja bókstafstúlkunar þá værum við að framkvæma kosningarnar á heiðarlegan og löglegan hátt. Það var okkar sannfæring.
Og það er mín Gerðuð þið ekki fleiri sannfæring að við höfum gert allt sem athugasemdir okkar við stóð til þess. á þeim tíma sem þið fóruð að vinna eftir lögunum eftir það, gerðuð þið þá einhverjar athugasemdir? Já, við vorum auðvitað í alls konar samræði og samstarfi við dómsmálaráðuneytið einstök atriði sem að til dæmis þeir þurftu að taka ákvarðanir varðandi framkvæmdina og við kunnum að hafa haft alls konar skoðanir á því í einstökum atriðum sem ég get ekki farið að tilgreina eða útfæra hér í Þetta skiptir samt máli. Nei, það skiptir ekki alveg öllu máli vegna þess að það er ekki þannig. Þessi slagur fjallar ekkit það í mínum augum að leita upp í einhverja menn til þess að hengja upp. Og það kann að vera að það þjóni einhverjum markmiðum einhverja annara manna eða einhverjum frétta sensasjóns sjónarmiðum, en ég bara ekkert í þeim bransa. Þannig að þér finnst ekki að neinn annar að segja af sér nema þú? Það bara varðar mig ekkert Mér varðar ekkert það. Það sem ég geri fer bara eftir minni samvisku og út frá því sem ég vil sittast að með fyrir framan Guð almáttugan. Og ég er mjög rólegur, býð mjög rólegur eftir þeirri niðurstöðu. Þakka fyrir komin í Kastljós.